Já, komið sæl. Skil gengur hér inn á vesturströndina þegar leið á daginn og það bæði náttúrulega þyknaði upp og svo bættist í vind. En hlýnaði jafnframt og var hiti að nálgast núna 10 stigin hér í Borgarfirði og við Faxaflóann nú síðla dags, en þá reyndar dálítið kalt fyrir austan og svona frost þarna inn til landsins þar. En þessi skil ætla nú að ganga norðaustur yfir landi, svona hægt á bítandi í kvöld, nótt og í fyrramálið. Það tekur við öllu rólegra veður þegar þau eru farin hjá. Við sjáum að við erum svona milli lægðadra yfir landinu og sem bendir svona til þess að það verður svona frekar óstöðugt hjá okkur áfram og einhverja skúra eða élja munu gæta og sérstaklega élja þegar komin á helgina. Og þessi hlýja tunga, hún var nú ekki mikið lumsið þegar hún kom hér yfir landið og verður nú komin austur fyrir landi í fyrramálið og næstu daga munum við nú svona liggja meira og minna í tiltölulega svölu lofti, getum við sagt. Á nærsuðinu þá sjáum við að skilin voru svona ekkert langt frá því að gangi í gegn hér klukkan 7. Vindátt breytist þá yfir í suðvestlæga og við sjáum að þegar við keyrum hreyfimyndina að þau fara nú ekkert íkja hratt yfir, taka kvöldið og nóttinni í þetta að fara norðaustur yfir landið og jafnvel þannig að í fyrramálið að þá verður nú áfram einhver úrkoma á norðausturhorninu. Úrkoman verður náttúrulega sýnilega mest hér á sunnan og vestanlands úr þessu skilum, en við fáum svo sem úrkomu í öðru landshlutum og í fyrramálið klukkan 8 þá sjáum að það getur gert úrkomu á alls konar formi þá á norðausturhorninu. En svona búið að rofa til hér sunnan og vestan til og skúra eða élja með þó gæta í kjölfarið. Og við sjáum á hreyfimyndinni síðan þessum eftirlifi dags að það styttur upp þegar líður á morgundaginn á norðausturhorninu og væntanlega léttir svona nokkuð víða til þar einnig. En róleg heita suðvestlæg átt í öðrum landslöndum og skúrir og síðan meir él. Og þetta á staðan annað kvöld. Við sjáum að þetta er svona almennt yfir núllinu en svona farnar að skríða þó niður á núllinu og þá breytist náttúrulega úrkoman og verður éljakendari. Og svo er nú ekki svo mikla breytingar í þessu þegar við komum inn á helgina. Við sjáum að þetta róleg heita veður kemur svona, getum kallað þetta éljagarður eða skúragarður hér upp að suðurströndinu þá á laugardaginn og getur nú gefið af sér snjókomu eða slittu allan tíma nokkuð víða þar sem hann fer yfir. Sæmilega bjart fyrir norðan og hiti í kringu frostmarkið og svona trosna nú aðeins úr þessum bakka þegar líður á laugardaginn. Sunnudaginn ætlar að verða nokkuð bjart allan hér á vesturhelmingi landsins, kannski aðeins þyngra yfir þegar austar dregur og strekkings norðaustanátt hér með suðausturströndinni þá miðjan dag og sunnudag og frost svona að mestu leyti nema kannski hér út yfir suður og vesturströndina. Og þetta ætlar svona að halda eiginlega áfram þó á mánudaginn nema að áttin verður svona að megnun til vestlæg, það verður svona veikur hægðarhryggur sem kemur hér þá yfir landið en lítil sem engin úrkoma í þessu og jafnvel bjart veður á stórum köflum. Hvað varðar veður í Evrópu þá sjáum við það nú orðið nokkuð vetrarlegt víða í álfunni, hiti kringu frostmarki í Oslo og Stokkólmi morgun, lægð hér yfir Ítalíuskaganum og óstöðugt veður víða við Miðjarðarhafið og hitatölur svo sem ekkert ekki háar þegar við komum hér til vesturs og Íberíuskagan 8 stiga hita hámarksstigi í Madrid á morgun en þó nokkuð bjart við svona að mestu leyti nema við norðurströnd Spánar. Það ætlar að vera öllu þyngra yfir á Kanaríeyjum á morgun og getur ringt nokkuð víða þar eða öðru liti bara skýjað og síðan í Norður-Ameríku þá sjáum við svo sæmilega hlýtt í Suðurríkjunum og þú vissilega getur gert þrumuveður þar og svo er einnig Spáin að gera ráð fyrir að geti gert skúraleiðingar í sunnanverðri Kaliforníu og við skríðum hér norðar að þá og nú ágætis veður svona að mestu leyti miðbik Kanada. En ég ætla að segja þetta gott að vera í dag. Verið sæl.